Það mjög talað að COVID-19 kurvan sé að nálgast toppinn og flest vitum við öll þessa kurvu, en hvernig hún reiknuð út og hvað liggur á bak við alla þessa útreikninga? Kjartan Ólafsson félagsfræðingur við Háskólann á Akureyri. Já, þessi kurva, við erum að nálgast toppinn. Hvað á bak við útreikningana við þessa kurvu? Já, það náttúrulega ýmsar forsendur sem menn þurfa að gefa sér til að kurvan bara sem sagt okkar tilraun vísindamanna til að lýsa því hvað gerist í samfélaginu þegar að fólk smitast og þegar smiti fer að breiðast út, og þá náttúrulega ein forsenda bara hvað gerist þetta hratt. Og ef við myndum okkur að byrja með einn sýktan, þessi nær að smekja 3. Þetta sem sagt smitstuðullinn svokallaði. Já, og við vitum náttúrulega ein forsenda verið hvað gerist þetta hratt, hvað líður langur tími þangað til að einstaklingur nummer 1 smitast og þangað til að næra að smita kannski 3 í viðbót. En ef þetta eru 3 sem að hver einn að smita, þá gerist þetta kannski einhvern veginn svona að ef þetta væri á einum degi, þá bara 1 við því að þá komin hérna á 4. dag á 4. glas kannski, og þetta gerist kannski dálítið hratt og hérna hver einn að ná að smita 3 og þá erum við fljótlega komin hingað. Sjáum bara hvað þetta gífurlega mikil aukning, og ef að heilbrigðiskerfið okkar kannski ræður eitthvað svona, þá augljóslega viljum við ekki enda hér, það bara katastrófa. Þannig að það þarf að reyna að draga úr þessum útbreiðslu hraða, og ef við náum því bara að komast úr því að hver einn sýki 3 yfir en sýki bara 2, þá erum við strax í miklu betri málum. Það við sjáum það kannski ekki mjög fljótt, en eftir smá tíma þá erum við á miklu betri stað, og hann kannski einhvern veginn svona. Þetta augljóslega talsvert betri stað, og það sem allar þessar kannski aðgerðir stjórnvalda ganga út á að reyna að fækka þeim sem hver einn getur sýkt, lengja tíman sem það tekur smitjan að breiðast út, og þar með að koma í veg fyrir það sem mætti kalla ofhitnun í heilbrigðiskerfinu, að við fáum einfaldlega fleiri sem að þurfa mikla meðferð og heldur við ráðum við, og það síðan önnur forsenda, ef að þetta fjöldi smitaðra, þá hversu hátt hlutfall þeirra mun þurfa mikla þjónustu? Það 1%, 0,5%, 2%? Þetta getur, það kannski tiltölulega lítil frávik að manni virðist, en getur skipt náttúrulega alveg gríðarlega miklu máli, því að ef við erum í þessu scenaríu með hver einn að ná að smita 3, og ef að 5% þurfa innlögn á spítala, þá erum við komin hér í 12 manns cirka, og kannski svona 2-3 sem að ef kannski 1% þarf að fara á gjörgæslu, 2-3 sem að þurfa gjörgæslu innlögn. Aftur á móti í þessu scenaríu, hver einn að smita 2, þá á degi, hvort það 6 eða hver tíma ásinni langur, þá kannski eru 2 inniliggjandi á spítala, 1-2 og svona hálfur á gjörgæslu. Þannig að frá sjónarhóli heilbrigðiskerfisins augljóslega þessi tilfærsla, og ef við gætum síðan komið okkur í þá stöðu að hver einn bara smita 1, þá má segja við höfum náð fullkominni stjórn á faraldrinu. Þá ekki aukning, en hvaða aðgerðir þarf til? Það náttúrulega það sem öll stjórnvöld glíma við. Það sem gert í mörgum löndum þessi svona, það sem kalla á enskunni social distancing, það svona í raun og veru hægja á samfélaginu. En það gríðarlega kostnaðarsamt fyrir atvinnulífið, að loka öllum veitingahúsum, stórum hluta af atvinnustarfsemi. Þannig að þetta er svolítið vandasamt verk, og það þarf að reyna að
finna þessar forsendur sem að vera að vinna út frá. Þær til að byrja með eru mjög óljósar. En þegar þú setur þetta upp með svona skýrum og einföldum hætti að þarna kannski skiljum við miklu betur ástæðuna fyrir því að það sett á samkomubann. Já, samkomubann er bara algjörlega, það má kannski segja að ef við öll getum bara haldið 2 metrar fjarlægð milli okkar stöðugt allstaðar í lífinu og þveið okkur hendurnar, þá þyrfti ekkert samkomubann, En getur fólk, er það hægt? Nei, það er bara svo, við tökum bara tónleikar, það þurfa að kemur saman fólk, þannig að stjórnvöld grípa til einhverja svona ráðstafana og í sumum löndum erum við að sjá samkomubann það sem að veru kannski 2 með að koma saman, það er svona verið að varjara með fjöldan til þess að reyna að ná þeirri dempun sem þarf á útbreiðsluna. En þegar verið að reikna út svona kúrfur, það þarf þó nokkuð mikinn fjölda fólks að koma að því með mismunandi bakgrunn og þekkingu. Já, þetta eru margar mismunandi forsendur, sennilega nú, stærðfræðin er það einfaldast í þessu, þetta er bara mjög einfalt stærðfræðimódel sem í gangi, en það eru forsendurnar á bakvið það sem eru erfiðastar. Hvað, til dæmis, hver einn að ná að sýkja marga aðra. Hversu hátt hlutfall af þeim sem sýkjast munu þurfa sjúkrahúsinnlögn, hversu margir af þeim munu þurfa gjörgæslumeðferð. Þetta eru forsendur sem að í raun og veru liggja ekki fyrir þegar faraldurinn byrjar. Það eru einhverjar upplýsingar sem voru til frá Kína og öðrum löndum og sem að vera að reyna svona hafa til hliðsjónar, en sem að það eru kannski þessar forsendur sem að ráða mestu hvernig þetta þróast. En allavega þegar við erum að tala smitt hlutfallið, þótt að rúsínuna séu góðar, þá viljum við miklu frekar hafa færri rúsínur í skálinni heldur en svona margar. Algjörlega og við þurfum að muna það kannski að smittin gerast náttúrulega helst hjá þeim sem við umgöngumst mest og þess vegna náttúrulega við reyna að stía fólki í sundur og fólk smitast ekki af einhverjum sem það í engum samskiptum við. Þannig að þessum náttúrulega sem verða að hvetja fólk til þess að sleppa því að fara að heiman páskana, því að ef þú ert heima þá var alltaf minni líkvar að þú hittir einhverja aðra heldur en bara nánustu fjölskyldu sem kannski maður hvort sem en maður smitaður, búinn að smita, Þannig að vera heima, þá drögum við úr útbreiðsluhraðanum og náum stjórn á faraldrinum.